bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir starfsmenn sem eru samankomin í sal á bæjarskrifstofum Fjarðabyggðar. Ég býð ykkur velkomin á 331. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn er tekin upp og strengt í byggingarsýningu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég óska hér í upphafi fundar eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá til að taka inn fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 310 frá því 2. maí. Ef enginn hreyfir því andmælum, svo virðist ekki vera, þá verður þessi fundargerð lögð fram til samþykkis. Dagskrá fundarins í dag er því eftirfarandi. Það er fundargerðir bæjarráðs nr. 750, 751 og 752 sem verða bornar upp saman til samþykkis ef enginn veit því andmælum. Fundargerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 310 og 311 sem einnig verða bornar upp saman til samþykkis ef enginn veit því andmælum. Fundargerð fræðslunefndar nr. 110, fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar, fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar nr. 45 og fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 97, fundargerð barnaverndarnefndar nr. 137. Undir lið almenn mál eru eftirfarandi. Það eru liður 11 sveitarstjórnarkosningar 2022, liður 12 nefndarskipan í Fjarðabyggð 2018-2022, svæðisskipulagsnefnd 2021, liður 14 reglur launað námsleyfi starfsmanna leikskóla Fjarðabyggðar, liður 15 730 seljategur stofnun lands og liður 16 endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaðar 2022. En þá göngum við til dagskrá og fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs nr. 750, 751 og 752 en að undanskildum lið 3 í fundargerð 752 þar sem Hjördís Helga Seljan bæjarfulltrúi hefur vakið athygli á vanhæfi sínu í máli undir þeim lið og verður svo liðið borin upp hér sérstaklega til afgreiðslu og mun Hjördís Helga þá víkja aðfunda með hann. Að auki þá ætla ég að lyfta lið 2 upp í fundargerð bæjarráðs nr. 752, Sævarendi 2 hafa beiðni stækkun lóðar og framkvæmdaleyfi og þegar er búið samþykkja stækkun lóðar en varðandi framkvæmdaleyfi þá munum lyfta því upp og það verður sett í grenndarkynningu til húseiganda á Sævarenda 7. Þannig að ég ætla að bera, ef einhver vil taka til orðs undir þeim lið þá kannski beðið með merki, en annars ætla ég að bera þá það upp hér sérstaklega til samþykktar að grenndarkynning verði gerð í tengslum við framkvæmdaleyfi til húseiganda á Sævarenda 2. Þess vegna það samþykkja með þess skeiðmerki. Það er samhljóða með fulltrúum atkvæði. En að öðru leið þá er bara orðið laust undir fundargerðum bæjarráðs fyrir utan lið 3 í fundargerð 752. Bæjarstjóri þetta orðið. Já, forseti, aðeins hér svo sem í þessum fundargerðum sem er svona kannski sem er ánægilegt og rétt að greina frá að það var samþykkt á fundi núna 750 og öðrum fundi eða það var svona búið að samþykkja áður en þar var lagður fram og sett undirritaður verðsamningur tilkynningar framkvæmdir viðbyggingu leikskólans Dalborg á Eskifirði en núna á mánudaginn 2. maí þá var undirritaður samningur við Launafl sem mun byggja viðbyggingu við leikskólan Dalborg. Launafl voru með lægsta tilboð í verkið í
í útboði sem munna, það er þegar við endur tókum útboðið aftur af nokkrum resti liðnum og fengum þá tilboð sem ekki kom náttúrulega í fyrra skiptið, og það er búið að undirrita samninga þarlendi þar og uppfylla allt sem þar er. Við gerum ráð fyrir því að í núna maí-júní verði hæfist framkvæmdir og húsið verði risið í haust, en eins og við þekkjum þá er verklok í 1. desember eða skil á því tilbúna utan. Þannig að það er bara ástæða að fagna þessu og að þetta sé komið á stað. Að öðru leyti svo bara ástæða til þess að þakka fyrir hér, eins og við sjá á fundi 751, þá kom hér gjöf til Sundlaugarnar á Norðfirði. Þetta heitir Pottur og glerveggur sem Súni Nesta gefur í tilefni af 90 ára afmæli félagsins. Potturinn sem er þar nú fyrir er verið á undan þá og hefur staðið til nokkur skeið að endurnýja, en hefur látið bíða, þannig að þetta er ágætt. Súni kosti uppsetningu líka og tenging í þessu, þannig að þetta kemur sér vel þessi gjöf þá leið að leysa úr máli sem við leysum, þannig bara þetta sem vil ekki aðtikla á kosti. Það ekki þetta. Árið er það list undir fyrirtækjunum Bæjarás. Getur þú ekki segja þessu? Góðan daginn, forseti bæjarstjórnar og aðrir. Ég ætlaði bara aðeins að spyrja í tengslu við mál 2.8 í bæjarráði 751. Mér langaði nú bara aðeins að fá að vita hvar Fjarðabyggð er statt í ferlinu í tengslu við Sundlaugar og hvort að þessu komni verktakar í verkið. Bara svona aðeins geta sagt mér til það. Takk. Bæjarstjóri, þetta bregðast við þessu. Já, forseti, eins og kom fram í svari Bæjarráð tók þetta fyrir þetta erindi og svo sem benti á að svo sem frá fyrir samþykktum sínum og þetta hefur tengst í þegar að verklokur er komin á í Gíðuslósi Breiðafirði að þangað til það er komið og svo segja að það sé búið að opna það og allt í höfn, því að það er náttúrulega sem að þekkja það lengdist sá verktími sem kannski hefði verið gott að setja inn frá upphafi, sem við bara einfallega það var svona misbrestur á í skipulaginu og undirbúningum að sú plata sem steyptir húsið, þegar við fara í parkettgólf, þá þurfum við að hafa plötun alveg þurra þannig að verktíminn lengdi sem því nemur þurrtíma botplötunar á nýja húsinu sem verið mjög glæslegt. Þannig að Bæjarráðshúsinu kom bara inn á að þær vildum og ég held að sé rétt að því að við höfum séð í þessu verki og svona séð í öðru verk þegar þeim getur stundum frestast, sérstaklega núna á hverjum óvissu tímum í efnisafhaldi, þannig að þetta myndi liggja þá saman þegar nýja húsi verið komið inn og þá getum við snúið sér að hinnu eldra. Þannig að við áætlu verklok hjá okkur í haust á nýja húsinu eða í lok ágúst á nýja húsinu. Hefðist núna handa við gólf ísetninguna setjum part maí, það með skilst þá kemur verktækin sem er með parkettgólfi og það undirlag og það hefst handa við það. Við vonum að þetta gangi allt saman eins og í sögur, þurfum ekki að fá frétt af neinum vörum sem séu teftar út í heimi vegna heimsfaraldurs eða einhverja annarra hörmunga. Þannig að þá sjá mann fyrir. Verktakar, nei, það er ekki bara við höfum svo sem bara þetta hefur verið til hliðsjónar inn á framkvæmdasviði, við munum farið það þegar við sjáum tímalínuna í þessu teiknast betur og það gerist nú bara í byrjun sumars þegar við sjáum hvernig okkur gengur með gólfið í nýja húsinu. Þannig að Bæjarráðshúsinu bara var mjög svona svaraði þessu þannig og þetta er svo sem ég hef átt fund líka með skólastjórnum hérna og farið yfir og þetta er bara unnið í þessum farvegi núna. En við þetta vitum það að það er mikið umsetnir verktakar og það er rétt og þannig að við erum svolítið líka að reyna að stilla verkefnin af gagnvart heim þegar við sjáum hvernig þetta er. Það með þessu ekki láttum taka frá tíma sem stendst ekki svo framins. Þannig að þetta verður bara unnið núna hörðum höndum í nýja húsinu á næstu viku og nýjum húsinu sem er svona fyrsti áfangi í þessu. Ég vona þetta svari spurningum. Orðið er listið fundi fyrir Bæjarás. Enginn hefur orðið.
fundagerðir, til samþykktar fundagerðir bæjarráðs númer 750, 751 og 752 fyrir utan lið 3 í fundagerð 752. Þeir sem það samþykja hinsar skeiðmerki. Það er samþykkt samþykja með 9 greiddum atkvæðum. Þá mun Hjördís Helga Seljan víkja á fundi. Og þá er það liðið 3 í fundagerð bæjarráðs númer 752. En það er Seljateigur, stofnun lands, og það var vísað inn í bæjarráð til kynningar frá Eignarskipunar- og umhverfisnefnd, samningi landaskipti Seljateigs hjálegu og móa ásamt yfirlýsingu staðfestingu og hnitsetningu landamerkja Seljateigs hjálegu, kollaleir og sléttu. Og lagði fram hnitsettur landamerkja uppdráttur jarðanna. Orðið er laust. Enginn hefur lagt sér hljóðs og þá ber ég upp lið 3 til samþykktar í fundagerð bæjarráðs 752. Þeir sem það samþykja. Það samþykkt samhljóða með 8 greiddum atkvæðum. Og þá má Hjördís Helga Seljan bæjarfulltrúi koma aftur inn á fundin. Þá erum við komin í fundagerðir Eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 310 og 311 og þar sem að Hjördís Helga Seljan bæjarfulltrúi vakti athygli sína og vanhæfi undir 3 liðum í fundagerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 310, það er sem sagt liðir 2, 3 og 11, að þá eru þeir liðir borðnir upp hér sérstaklega til afgreiðslu og þá mun Hjördís Helga víkja að funda með hann. En orðið er laust fundagerðir Eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundagerðir Eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 310 og 311 að undanskildum liðum 2, 3 og 11 í fundagerð númer 310. Þeir eru eftir samþykkt. Þeir sem það samþykja það er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá bið ég Hjördísi Helgu Seljan að víkja aftur á fundi og þá tökum við fyrir 3 liði 2, 3 og 11 fundagerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 310 og það snýr sem sagt liði 2 og 3, það eru framkvæmdaleyfi vegna skógræktar annars vegar í landi Seljateigs og svo í landi Seljateigs hjálegu og Eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti það fyrir sitt leyti útgáfu framkvæmdaleyfis þegar öll tilskilin leyfi liggja fyrir. Og svo er það liður 11 og það er sem sagt 730 Seljateigur stofnun lands sem er þá lögð nefndir samþykti samningum landaskipti Seljateigs hjálegu og móa ásamt yfirlýsingu hnitsetningu landamerkja þeirra og ásamt kollaleir og sléttu. En orðið er laust þessa leiði. Enginn hefur gaf sér hljóðs og þá ber ég liðið 2, 3 og 11 í fundagerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 310 hér eftir samþykkt. Þeir sem samþykja það er samþykkt samhljóða með 8 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð hafnarstjórnar númer 277. Orðið er laust. Ég ætla nú aðeins að biðja Hjördísi Helgu Seljan að koma aftur inn á fundin. Þá mun ég taka þennan lið upp aftur. Hjördís Helga er komin hér aftur inn á fundin og þá er það næsta dagskrá fundagerð hafnarstjórnar númer 277. Orðið er laust og bæjarstjóri hefur beðið orðið.
Forseti, þannig að við bara aðeins koma inn á fyrsta lið í þessu sem felur í sér staðfestingu sem við verið hér fyrr á fundinum sem viljayfirlýsingu samstarf sem var í þróun og þetta byggir á ákvörðun síðan í fyrra við aðila Háskóla Austurlands þar sem hann að óska eftir lóðastækkun á lóð sinni að Sævar 2 Stöðvarfirði vegna uppbyggingar og þjónustumiðstöð við fiskeldisiðnaðinn fyrir austan en líka á Íslandi. Þannig að vonandi verður það. Ég held að sé mikið framfara að skrefa að fá hér miðlæga þjónustumiðstöð fyrir þetta, þar sem munu fara fram samsetningar á kvíum, uppgerð og hreinsanir og aðra slíkt viðhald. Hafnarstjórn samningur felur í sér við förum í grjótvörn í fjöru sem þarna það þetta grjótvörn sem þar fyrirhugað inn í framtíðina vegna þess að það mikil land það sjór hefur tekið landi þarna þannig að það í grjótvörn og gróf jöfnun og lóð það svo náttúrulega framkvæmdi bara vegum fyrir þetta. Ég held að sé ákveðið fagnaðarefni að þarna sé komin sín í þjónustumiðstöð fiskeldi og svo uppbygging verði í sumar og þannig að hún verði komin í gagni haustinu og leið líka skapast þannig tækifæri til starfa og fleira á Stöðvarfirði, þannig ég held að sé ástæða fyrir fagna hjá Hafnarstjórn samþykkt þetta og hefur það svona fjallað með þetta áður og held að þetta sé verulega gott fyrir lax eða fiskeldi hér fyrir austan og í okkar sveitafélag þannig sem komin fastur punktur og hann byggja engur svo þetta eftir allt saman þessi þróun og framkvæmdina þetta þarf að fara í ákveðna græðtekningu á framkvæmdinni en það búið að staðfesta lóðarstækkun þannig að þetta myndi bara vekja athygli á þessu. Það var ekki fleira. Orðið leyst fundargerð Hafnarstjórnar. Enginn hefur orðið og þá ber ég fundargerð Hafnarstjórnar 277 eftir samþykktar þeir sem hann samþykkt samhliða. Þá erum við komin fundargerð fræðslunefndar númer 110 og orðið leyst þá fundargerð. Enginn hefur passið hljóðs og þá ber ég fundargerð fræðslunefndar eftir samþykktar þeir sem hann samþykkt samhliða með atkvæðum. Fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 45 við næsta dagskrá orðið leyst þá fundargerð. Enginn hefur passið hljóðs og þá ber ég fundargerð samþykktar fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 45 þess að það samþykkt ekki annars það er samþykkt samhliða með atkvæðum. Þá eru komin fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 97 orðið leyst þá fundargerð Pálína Marteinsdóttir sem að þetta orðið. Forseti, mér langaði bara aðeins að koma hérna inn á fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar og það er liður 2 og því það er nú mikið verið rætt hérna upp á síðkastið að það sé svo mikið leyndarhyggja og trúnaðargögn sem hér liggja undir að þá getur náttúrulega eins og bréfritari í þessu tilfelli óskaði eftir því að gögnin yrðu ekki gerð opinber og því er ekki hægt að sjá bréfið á fundargáttinni fyrir almenning. Síðan langar mér bara aðeins að koma inn á lið 5. Það er sem sagt íþrótta- og tómstundasvið rekstur það sem af ári og það er virkilega ánægilegt að sjá það svona á síðasta ári þessara bæjarstjórnar að rekstur íþrótta- og tómstundamála er réttu megin ennþá og gerum við okkur mikla vonir til þess að það verði svoleiðis áfram þar sem var náttúrulega bætt í málaflokkinn í gerð síðustu fjárhagsáætlunar og ég bind bara mikla vonir við það að við séum loksins komin á þann stað að við getum verið réttu megin. Takk fyrir. Orðið er leyst fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 97. Enginn hefur beðið orðið þá ber ég þá fundargerð upp til samþykktar þeir sem hann samþykkt samhliða með atkvæðum. Næst er það fundargerð barnaverndarnefndar númer 137. Orðið er leyst þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar fundargerð barnaverndarnefndar númer 137 þeir sem samþykkt með samhliða með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í
almenn mál og það er liður 11, sveitarstjórnarkosningar 2022, framlagður kjörskrástofn vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí næstkomandi og ég mæli hér fyrir kjörskrástofni og umboði til bæjarstjóra. Bæjarráð fól bæjarstjóra á fundi 11. apríl síðastliðinn að semja kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2020 og kjörskrástofn Fjarðabyggðar er sem hér segir: Mjóifjörður 16, Neskaupstaður 1121, Eskifjörður 759, Reyðarfjörður 952, Fáskrúðsfjörður 541, Stöðvarfjörður 145, Breiðdalur 155 sem gerir samtals 3689. Orðið er laust. Enginn hefur þessi hljóðs. Þá ber ég hér upp til samþykkta bæjarstjórnar framlagðan kjörskrástofn vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2022. Þeir sem það samþykkja það er samhljóða í greiddum atkvæðum. Þá erum við komin við 12, nefndarskipan Fjarðabyggðar 2018-2022 og bæjarstjórinn mæla fyrir þeim lið. Forseti, eins og bæjarfulltrúum er kunnugt þá er náttúrulega með breytingu á kosningalögunum sem var verulega víðtæk þegar var nú farið að rýna í hana, gerði það að verkum að æði margir sem hafa setið í kjörstjórnum okkar, því að það er kosið í kjörstjórnum á 4 ára fresti við upphaf nýrra bæjarstjórnar eða í byrjun hvers kjörtímabils eru kjörstjórnin kosnar undir kjörstjórnum yfirkjörstjórnum til 4 ára. Gerði það verkum að það er nýju markmið sem í þeim eru en nýju viðmið gera verkum að æði margir urðu litla vanhæfir geta ekki gengt þeim störfum núna. Við höfum náttúrulega eins og fjölmörg önnur sveitarfélög komið á framfæri athugasemdum okkar við Alþingi sem samdi lögin og setti að það hefði ekki kannski, að það hefði nátt að rýna þetta allmikið betur til þess að gera, skulum orða það þannig að sé þarna farið lengra heldur en í stjórnsýslulögum vanhæfi og gerir það verkum að í mörgum og sérstaklega í fámennum landhelgisíslandi almennt er þetta erfitt og hvað þá í minni sveitarfélögum. Enga síður verðum við þess að bregðast og mann finnst náttúrulega líka að þurfa að gera þetta núna þegar liggur fyrir að í júní komandi mun ný bæjarstjórn kjósa kjörstjórnir en ný undirkjörstjórn og yfirkjörstjórn og að þurfa að gera þá þessar breytingar núna en það eru óumflýjanlegar. Ég vona að Alþingi verður gæfi til þess aðeins að taka þetta mál upp að nýju og svo fara yfir þetta. Þetta kannski kemur ekki að sök í forsetakosningum og kannski minna í alþingiskosningum í sveitarstjórnarkosningum verulega. Þannig að hér verður breyting á, þannig ég mun lesa hér upp nýjar kjörstjórnir, svona ekki segja nýjar og gamlar, eða hér er sambland en fólk sem er hér komið til þess að taka sæti í stað þeirra sem vanhæfir eru, þannig að þar lendi verða breytingar á kjörstjórnum frá því sem var kosið til í júní. Við erum ekki með fulla varamannlista í þessum, en vonum að þetta hafi náu utan þessar kosningar, en yfirkjörstjórn hefur ávallt leyfi til að kveða til fólk til starfa í kjörstjórn komi upp einhver aðstæða sem hlut. Og yfirkjörstjórn mun gera það þetta tilfelli, ef varamenn skortir, mun gera það núna á komandi viku til og munli afframt líka halda utan undirbúning kosningana og þá aðstofið nýja nefndarmenn. Og þetta þannig yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar, Kristjana Mekking Guðnadóttir verður formaður, aðrir aðalmenn í yfirkjörstjórn Agnar Bóasson og Eiríkur Ólafsson, til vara Stefán Pálmason. Í undirkjörstjórn Eskifjarðar, það er Gunnar Jónsson formaður, Guðrún M.O. Steinadóttir, Guðný Gunnur Eggertsdóttir, varamenn Guðfinna Björk Birgisdóttir og Sigurður Hólm Freysson. Undirkjörstjórn Neskaupstað, Norðfirði, aðalmenn Sindri Sigurðsson formaður, Þorgrímur Þorgrímsson, Eyrún Eggertsdóttir, til vara Kristján Ragnarsdóttir og Óskar Ágúst Þorsteinsson. Undirkjörstjórn Reyðarfirði, aðalheiður Vilbergsdóttir formaður, Hjörtur Elí Steindórsson, Snorri Styrkásson,
til vara Jóhanna Hallgrímsdóttir og Hanna Dóra Helgudóttir. Undirkjörstjórn Stöðvarfirði, aðalmenn Svanhvít Björgvinsdóttir formaður, Ingibjörg Björgvinsdóttir, Sara G. Jakobsdóttir. Til vara Aðalheiður Guðmundsdóttir, Guðrún Ármannsdóttir og Sólveig Friðriksdóttir. Undirkjörstjórn Fáskrúðsfirði, Steinunn Eiríksdóttir formaður. Til vara og aðrir eru Jóna Petra Magnúsdóttir og Aðalheiður Björk Rúnarsdóttir. Þarna á eftir að finna til varamenn vegna breytingar sem eru í dag, en yfirkjörstjórnin þegar til varamenn í störfa á Fáskrúðsfirði. Undirkjörstjórn Mjóafirði, Jóhann Egilsson formaður. Aðrir í kjörstjórn eru Erna Ólafsdóttir og Sævar Egilsson. Ekki eru að vara með þarna og yfirkjörstjórnin fylgjast með því að þarf að krafti líka til og það verður þá gert hugsanlega með utanaðkomandi aðstoð. Undirkjörstjórn Breiðdal, aðalmenn formaður Sigurður Borgar Arnaldsson, aðalmenn Helga Svanhvít Þrastdóttir og Sævar Sigfússon. Sömuleiðis þarna kom forföll í dag í varamönnum og yfirkjörstjórnin koma að þeim að kveða til varamenn þar á þessu dögum. Þetta er hér sem er lagt fram. Ég skal vita að maður áttum ekki að vona því að þurfa endur skipa kjörstjórnir eftir lok kjörtímabils, en með þessu móti vonandi erum við búin að ná utanum þar aðstæður sem kom upp og síðan náttúrulega býður nýrra bæjarstjórnar að skipa kjörstjórnir að nýju núna í júní hér í ráðgjöf eða fyrsta eða öðrum fundi sín. Þannig svo er þetta lagt fram fórstu. Orðið er laust, skipar kjörstjórnar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykkta bæjarstjórnar tillögu skipan kjörstjórnar vegna sveitarstjórnarkosninga 14. maí 2022. Þeir sem það samþykkja eins og gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 13, svæðisskipulagsnefnd 2021 og ég mun mæla hér fyrir þessum lið. Í svæðisskipulagi Austurlands 2022-2024 er skilgreind sameiginleg framtíðarsýn fyrir landshlutann. Tilgangurinn er að samstilla stefnu sveitarfélaga á Austurlandi á sviði umhverfis, efnahags, samfélags og menningar og tryggja þar með sjálfbæra þróun, komandi kynslóðum í hag. Svæðisskipulagið er langtíma stefnumarkandi áætlun sem framfylgt verður með skipulagsáætlunum hvers sveitarfélags og öðrum áætlunum SSA. Umsagnarferli tillögu svæðisskipulags Austurlands er lokið og óskað er eftir að bæjarstjórn samþykki að svæðisskipulag Austurlands 2022-2024 fari í auglýsingu í samræmi við 24. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Að teknu tilliti til niðurstaðna svæðisskipulagsnefndar Austurlands á fundi hennar 28. apríl síðastliðinn og að undangengninni athugun skipulagsstofnunar samkvæmt 3. málsgrein 23. grein skipulagslaga. Orðið er laust. Enginn hefur passið hljóðs og þá ber ég upp til samþykkta bæjarstjórnar að svæðisskipulag Austurlands 2022-2044 fari í auglýsingu samræmi við 24. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 9 greiddum atkvæðum. Þá eru komin lið 14, reglur launanámsleyfi starfsmanna leikskóla og Fjarðabyggðar og ég mun mæla fyrir þessum lið. Uppfærða reglur launanámsleyfi starfsmanna leikskóla og Fjarðabyggðar til staðfestingar en minniháttar breytingu er að ræða á umsóknarfresti fyrir haustönn. Frestur fyrir haustönn er nú fyrir 1. ágúst en verður 1. júní eftir breytingar. Jafnframt breytist afgreiðsla styrkja frá lok ágúst í lok júní. Annað efni reglana er óbreytt. En orðið er laust.
þennan lið. Enginn hefur beðið um orðið og þá ber ég upp til samþykktar uppfærðar reglur launað námsleyfi starfsmanna leikskóla Fjarðabyggðar. Þeir sem það samþykkja þessu skemur, það samþykkt samkvæmt 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 15, Seljarteigur, Seljarteigur, stofnun lands, og Hjördís Helga Seljan hefur vakið athygli á vanhæfi sínu og fyrir hann við gefa fundinn á meðan. Ég mun mæla fyrir þessum lið sem var vísað frá bæjaráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, samningur landaskipti Seljarteigs hjálegu og móa ásamt niðursettum landamerkja uppdrætti jarðanna. Orðið er laust. Enginn hefur þetta hljóðs og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar samning landaskipti Seljarteigs hjálegu og móa ásamt niðursettum landamerkja uppdrætti jarðanna. Þeir sem það samþykkja þess að skemur, það er samþykkt samhljóðuna 8 greiddum atkvæðum. Þá má Hjördís Helga Seljan koma aftur verið í sal. Þá erum við komin í lið 16, endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaðar 2022 og ég mun mæla fyrir þessum lið. Framlagt bréf Brúar lífeyrissjóðs þar sem lagt er til að endurgreiðsluhlutfall árið 2022 vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Neskaupstaðar í B-deild Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga verði 74% á árinu 2022. Orðið er laust. Enginn hefur beðið um orðið og þá ber ég upp samþykktar tillögu Brúar lífeyrissjóðs. Þeir sem það samþykkja þessu skemur, það er samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Að lokum þá legg ég fram tillögu að næsti fundur bæjarstjórnar verði þriðjudaginn 24. maí sem verður þá síðasti fundur þessara bæjarstjórnar og ef enginn hefur ekki andmælum og þá verður það vera samþykkt. Þá er dagskrá fundarins hend og næst er það boðið til bæjarstjórnarfundar með dagskrá. Þá fundur verður það þriðjudaginn 24. maí. Ég þakka fyrir fundarsettina og segi fundi slitið.